bregðast við þessari þróun, bæði svæði í heild og svo einstök sveitarfélög, því þó að það sé margt sameiginlegt, þá eru ýmis atriði sem skilja á milli. Og hérna svona yfirlitsmynd yfir hvernig þetta samhengi hugsað, atvinnuþróunin og íbúaþróunin alltaf nátengd og það tengir yfir í tekjur íbúanna og fasteignagjöldin yfir í ásamt útsvörunum yfir í tekjur sveitarfélaganna. Íbúaþróunin býður upp á stærðarhagkvæmni og svo hjalla í vexti, þjónustu þörfin og geta sveitarfélaganna til að uppfylla þessar þarfir háð því hvað þeir hafa mikið í tekjur og þannig verður sem sagt að skoða íbúa atvinnuþróun í samhengi við tekju- og útgjaldaþróun og það þarf síðan að skoða í framhaldinu hvernig við hverjum að búast í leikskóla, grunnskóla, þjónustu við fatlað fólk og aldraða og aðra þjónustu þætti sem sveitarfélögin þurfa að annast og svo spurningin hvað geta sveitarfélög gert til þess að hafa áhrif á íbúaþróunina og ekki síst eru hættur eða áskoranir í þessari þróun. Nú, við rennum hér í gegnum nokkrar svona almennar tölur þetta. Íbúum á Suðurnesjum fjölgaði 46% á síðustu árum, á meðan landsmönnum fjölgaði rúmlega 20. Þetta eru tæplega 10.000 manns. Tæplega 1/6 af heildarfjölgun landsmanna eru á Suðurnesjunum. Hlutfall landsmanna á Suðurnesjum orðið 8% og 10 árum hefur hækkað úr 6,6%. Nú, innflytjendur á svæðinu eru 28% íbúanna en 18% á landsvísu. Nú svo við komum að þáttum sem snúa meira þjónustu sveitarfélaginu, 6,2% íbúanna eru á leikskólaaldri sem hærra heldur en á landsvísu, 12,9% álíka mikið eins og á landsvísu í grunnskólaaldrinum. Störfum á Suðurnesjum hefur fjölgað 56% á 10 árum, meira en íbúafjöldin en 27% á landsvísu. Og eins og ekki fer neitt á milli mála mesta aukningin í ferðaþjónustu og störfum sem tengjast flugvellinum. En hlutfall starfandi af íbúafjöldanum samt lægra en í öðrum landshlutum og atvinnuleysi í september til dæmis var 4,2%, hæst af öllum landshlutum og jókst 0,3% milli mánaða og síðast en ekki síst eru laun á Suðurnesjum lægri en landsmeðaltal. Nú við byrjum á því að fjalla íbúana, að þá nú hér og ég eftir að koma hér í þessu erindi áfram talna súpur. En hér erum við að skoða landshlutana og það einungis 2 landslutar á Íslandi sem hafa bætt við sig fólki vegna innanlandsflutninga. Það Suðurland annars vegar og svo Suðurnesin hins vegar. Og þessir flutningar gleymast oft í umfjöllun hvernig íbúar að færast milli staða á landinu. Milli landa hefur íbúafjöldi bætt við sig tæpum 20% á Suðurnesjum frá 2017 sem meira en í nokkrum öðrum landshluta og fjölgunin samtals meiri á þessum tíma. Þannig ég ekki að tala 10 ára eins og ég gerði áðan. 3/4 hlutar fjölgunar landsmanna vegna aðflutnings. En hlutfallið svo hæst þar sem innanlandsflutningarnir bæta við en lægra þar sem brottflutningur innanlands eins og gildir alla landshluta aðra en Suðurland og Suðurnesin. Nú í samsetningin í einstökum sveitarfélögum og Suðurnesjum í heild að þá ég skipti þessu þarna upp í 2 tímabil 2003 til 2013 og 13 til 23 og þá sjáum við að fjölgunin var 26% á fyrri 10 árum og nú 46% á árunum þar áttur eins og ég sagði reyndar áðan en á 0 ára þá fjölgun 18% á fyrra tímabilinu og ekki nema 4% á síðustu 10 árum og einstir 5 ára leikskólaaldurinn þar var fjölgunin 31% á fyrir 10 árum
en ekki nema 10% núna. Og fjölgun 6-15 ára, grunnskólaaldurinn, þá fjölgunin meiri núna síðustu 10 árin, en þið sjáu að hún allstaðar minni heldur en íbúafjölgun í heild, nema í fjölda vinnandi fólks og síðan 70 og eldri. En fæddir enga síður nokkuð margir, en það vegna þess hvað Suðurnesjamenn ungir. Og ef við skoðum síðan einstök sveitarfélög, að þá hefur íbúafjölgunin verið langmest í stærsta sveitarfélaginu og þar hefur fjölgað á öllum skólastigum, þó að hlutfallslega fjölgunin sé langmest á starfsaldrinum, en í hinum þremur þá fækkun á þeim sem eru á fyrsta ári og síðan umtalsverð fækkun bæði í Suðurnesjabæ og Vogum á 1-5 ára, en fjölgun í grunnskólaaldrinum nema í Vogunum og svo framhaldsskólaaldurinn líka mikill vöxtur nema í Vogunum. Nú, innflytjendur eru gríðarlega margir á Suðurnesjum og hér tölur alveg upp til 1. janúar 2023 sem ég hafði reyndar ekki þegar ég talaði yfir sveitarstjórnarmönnum á Suðurnesjum. En það sem að taka eftir í þessu að karlkyns innflytjendum hefur fjölgað í bylgjum og þeim fækkaði í kjölfar hruns fjármálakerfisins og þeim fjölgaði ekki meðan á farsóttinni stóð, en konum hefur haldið áfram að fjölga meðal innflytjenda alveg alla þessa öld þegar horft á Suðurnesin í heild, og áhrifin af hruni fjármálakerfisins á aðflutninga voru miklu meiri en áhrif farsóttarinnar, þó að áhrif farsóttarinnar á atvinnulífið hafa verið miklu meiri. En af því að þessar tölur voru nú að bætast við, það hefur innflytjendum aldrei fjölgað jafn mikið á Suðurnesjum eins og þeim fjölgaði í fyrra 1540. En það aðrir flutningar í gangi líka heldur en millilandaflutningar, og hér ég að vísu ekki með tölur nema sem ná til 22 því að ég náði ekki að uppfæra þetta, en það sem hefur gerst á Suðurnesjum frá aldamótum að það var samtals flutt þangað umfram þá sem flutta frá Suðurnesjum 4.000 manns innanlands og þarna til ársins 22 6.500 milli landa. Þannig að það umtalsverður aðflutningur frá öðrum stöðum á landinu, þó að eftir hrunið hafi fólk nettó flutt burt frá Suðurnesjum. En hér bið ég ykkur nú kannski aðalega, af því þetta nú svolítið flókið, að hér einstök sveitarfélög og það sem að bætist við upplýsingarnar sem að voru þá áðan að það hefur líka orðið á þessum sama tíma, það bláa línan hérna í Reykjanesbæ sem fyrir ofan núllið, það hefur flust fólk í Reykjanesbæ frá öðrum sveitarfélögum á Suðurnesjum. En bláa línan, sjáu þið, í öðrum sveitarfélögum fyrir neðan, sem þýðir að það uppsafnað tap. En í Suðurnesjabæ, nota bene, að þá hefur eiginlega frá 2012, þá jafnvægi í flutningunum, en Vogar og Grindavík halda áfram að tapa íbúum eða þaðan flytur fólk til Reykjanesbæjar. Og svo mismunandi líka að við vitum að Reykjanesbæjar hefur dregið til sín gríðarlegt magn af fólki frá útlöndum og það gerir hérna Suðurnesjabær líka, en þetta miklu minni í Vogum. Og það líka mikið í Grindavík, en þið sjáuð að allir staðirnir hafa fengið til sín fólk annars staðar af landinu. Nú þetta hefur þessir búferlaflutningar milli landa hafa haft gríðarlega mikil áhrif þó að gjörbreytt aldurssamsetningu íbúanna. Innflytjendur, þið sjáuð að myndin þannig að það sem sagt innri súlurnar eru innlendir
og ytri súlurnar eru innflytjendur og konurnar eru vinstra megin og karlarnir eru hægra megin. Og þið sjáið þarna bara með því að svona glansa yfir þetta hvað hlutfallið orðið mjög hátt í mörgum aldursflokkum og innflytjendur eru yfir helmingur karla á aldrinum 30-4 ára, þriðjungur frá 25 til 34 ára, þriðjungur kvenna á aldrinum 25 til 49 ára. En þó að það sé svona mikið af fólki á aldri þar sem fólk ætti að vera eignast mikið af börnum meðal íbúa Suðurnesja, þá eru börn hlutfallslega ekki mörg. Ég veit að sveitarfélögunum finnst nú nóg hvað fjölbreytnin mikil sem að skapar áskoranir í grunnskólunum, en ef innflytjendurnir eignuðust börn eins og heimamenn, þá væru 50-60 fleiri börn í hverjum árgangi heldur en eru núna sem eru innflytjendur eða annar kynslóðar innflytjendur. Nú það er flókið að fara hérna í hvernig þetta mismunandi eftir sveitarfélögunum. Hér svona það sem fólk getur þá kannski átta sig á eigin sveitarfélagi, en þið sjáu það til dæmis að Vogarnir eru allt öðruvísi heldur en hérna hinn sveitarfélögin. Enda hefur þar verið minna aðflutning. Það var atvinnulífið. Nú Keflavíkurflugvöllur augljóslega þungamiðjan í þróun atvinnulífs á Suðurnesjum og hér ég með mynd sem sýnir að þetta eru einstaklingar sem að fá staðgreiðslu skyldar launatekjur eftir hvar þeir eiga heima. Og þetta 12 mánaða hlaupandi meðaltal fram til ágúst í ár og þarna sjáu þið hvernig fjölgunin efsta línan og sem á vinstri ásnum þessi bláa, sýnir hvernig vöxtur á þessu hlaupandi meðaltali, það svo mikið sveifla milli ára þeir myndu ekki sjá neitt út úr þessu annars, og síðan tekur þetta dífun í farsóttinni og vex hraðar eftir það, en núna á síðustu mánuðum þá hefur hækkunin snúið við. Þetta ósköp álíka en ekki eins afgerandi í Grindavík og í Suðurnesjabæ, en Vogar eru töluvert mikið öðruvísi. En öllum sveitarfélögum það sameiginlegt að núna undir lokin að þá farið að draga úr því. Þetta 12 mánaða hlaupandi meðaltal fjölda starfandi einstaklinga sem búsettir í sveitarfélaginu. Nú, fjölgun frá janúar 2021 til ágúst 64% í Reykjanesbæ, og yfir þriðjungur í hinum sveitarfélögunum, 40% í Suðurnesjabæ en 28% á landinu öllu. Þannig að sjá að þetta gríðarlega mikil aukning umfangs og ég spyr hér hvort að toppnum hafi verið náð. Það erfitt að segja. Nú, hvernig hlutfallslega atvinnuskiptingin? Að hér sjáum við samanburðinn á milli Suðurnesjamanna og allra, að flug- og ferðaþjónusta gríðarlega mikið öflugri á Suðurnesjum heldur en fyrir landið allt. Byggingarstarfsemi líka, nú sjávarútvegur, og það stafar nú að því að sjávarútvegur lægra hlutfall á höfuðborgarsvæðinu sem skiptir miklu máli í þessu, en hlutfallir aftur heldur lægra í verslun og þjónustu og opinberri stjórnsýslu og þjónustu. Nú, sveitarfélögin eru töluvert mismunandi og sem sagt Reykjanesbær sést af þessum tölum byggir á flugtengdri starfsemi og þjónustu, meðan að Grindavík byggir á öflugum sjávarútvegi, Vogar, Suðurnesjabær eru blanda, sjá þeir eru svolítið eins og sitt af hvoru tagi, og iðnaðarstarfsemi hvergi meiri heldur en í Vogunum. Þannig að þó að þau séu svona nálægt hvort öðru þessar byggðir, að þá ótrúlega mikill mismunur. Opinbera þjónustan alls staðar stór atvinnugrein.
Nú leiðir þetta yfir í umfjöllun tekjurnar og vinstri hlutin á þessari mynd sýnir uppruna tekna íbúa á Suðurnesjum á bara hlaupandi verðlagi. Og hér eru launin sem þessar tölur sem ég var búinn á eftir að fjalla aðeins meira en það má ekki gleyma því að aðrar greiðslur eru líka, rauðu súlurnar eru líka umtalsverður hluti af þeim tekjum sem íbúarnir hafa til ráðstöfunar. Og hér á hægri hliðinni þá sýnd hlutfallsleg skipting eftir upprunanum. Og þá nú launin langstærst, en ég vek athygli á því að í hruni fjármálakerfisins annars vegar og farsóttinni hins vegar, þá kemur öryggisnetið á móti tekjuminnkunni. Það verður minnkun á tekjum, en öryggisnetið kemur bæði atvinnuleysisgreiðslur og svo má ekki gleyma fæðingarorlofssjóðu og tekjum sem koma þaðan. Að það fjölgaði fæðingum meðan á farsóttinni stóð og fæðingatíðnin hún óx tímabundi hjá konum á aldrinum 25 til 44 ára. Það var engin aukning í fjölda kvenna sem eignuðust fyrsta barn, en það var þeim meiri aukning í fjölda kvenna sem eignuðust annað og þriðja barn. Og þetta sjáum við hér í tölunum sem eru súlurnar sem eru fæðingarorlofið, að það kemur grimmt inn inn í tekjumyndun Suðurnesjabúa í farsóttinni. Nú launatekjurnar eins og atvinnuskiptingin var, við sáum það að launatekjurnar koma sjálfsögðu frá mismunandi þunga frá mismunandi atvinnugreinum, en hér ekki tækifæri til þess að fjalla það sem ég hef greint, sem að samsetningin á atvinnuskiptingunni eins og ég sagði þarna aðeins fyrst að tekjur Suðurnesjamanna eru lægri en landsmeðaltalið, en það sem vekur einnig athygli að í einstökum atvinnugreinum eru tekjur lægri en landsmeðaltal í viðkomandi atvinnugreinum, svona dálítið almennt séð yfir. En hér ekki tækifæri til að kafa dýpra ofan í það. Nú, svo hér örlítil umfjöllun aftur þetta með að hlutur annarra greiðslna heldur en launagreiðslna eru mismunandi. Hér eru í myndin sem lengst til vinstri, þá sést að frá janúar til júlí 2023 þá fengu karlar á Suðurnesjum 60 milljarða í tekjur af ýmsum uppruna, laun og aðra greiðslur, meðan að konurnar höfðu 40. En ég sjáu að það miklu minni munur á fjöldanum sem sem fengu launagreiðslur og aðrar greiðslur. Og síðan samsetning annarra greiðslna töluvert mismunandi hjá kynjunum, að Tryggingastofnun á miklu stærri hluta í tekjum kvennanna heldur en karlana, en lífeyrisgreiðslurnar stærri hjá konum. Þarna ég bara að tala aðrar greiðslur en launagreiðslur. Nú allt þetta síðan, þetta grunnur að tekjum sveitarfélaganna. Og hér eru sem sagt 1000 króna á íbúa árið 2022 og hvaðan sveitarfélögin að fá tekjurnar sínar. Reykjanesbær og Suðurnesjabær hafa sömu og lægstu tæplega 600.000 krónur á hvern íbúa í útsvarstekjur. Og Reykjanesbær af þessum sveitarfélögum með langlægstu tekjurnar á íbúa af fasteignagjöldum. Suðurnesjabær bætir sig verulega með fasteignagjöldum, en til viðbótar fær Suðurnesjabær og hin sveitarfélögin önnur en Reykjanesbær fá viðbætur, umtalsverðar viðbætur frá jöfnunarsjóði. Það sem og ég aðeins eftir að fjalla nánar þetta, að jöfnunarsjóður, hann eykur mismun
á tekjum milli sveitarfélaga á hvern íbúa og hann dregur þar með úr hag sveitarfélagana af því að sameinast. Hér kannski örlítið og flókin mynd, en hún sýnir Reykjanesbær hér í hópi fjölmennustu sveitarfélagana á landinu annar en Reykjavík, og hér sér maður að tekjur á hvern íbúa í Reykjanesbæ eru það lægstu meðal fjölmennustu sveitarfélagana og jöfnunarsjóður enn og aftur eykur bilið á milli sveitarfélagana en minnkar hann ekki. Þegar komið að hér eru sem sagt Suðurnesjabær og Grindavík, hérna lengst til hægri og þriðja frá hægri, og þið sjáu hér að jöfnunarsjóður gegnir veigamiklu hlutverki í tekjumyndun þessara meðlum stóru sveitarfélaga, og hér enn og aftur eru Vogar lægstir meðal sveitarfélaga sem eru álíka fjölmenn og Vogarnir, og tekjuhærri sveitarfélög af eigin aflafé, það að segja af útsvari og fasteignagjöldum, þau fá sum meira úr jöfnunarsjóði en Vogar. Það eru af því sem mismunandi ástæður fyrir því í sumum tilfellum, sum eru með fleiri en einn þéttbýlisstað og það ýmislegt þess háttar sem getur skekkt þetta, en þetta hin almenna mynd. Nú, hvað hefur verið að gerast núna allra síðustu mánuðum? Afsakið. Ég skoðaði hér aðeins hver breyting útsvarsstofnsins á mann fyrstu 6 mánuði ársins, þá hefur nú ekkert sveitarfélag eða mjög fá, það Grindavík ein sem með meiri aukningu á útsvarstekjum, útsvarsstofn á mann, Grindavík hérna sjáðu þið, og Reykjanesbær hér, og síðan á Lóðréttarsinn breyting á íbúafjöldanum, þannig að eiginlega margfeldi þessa og þessa ætti að gefa tekjuaukninguna, og Reykjanesbær toppar allt í fjölgunni eins og við höfum verið að tala um. Vogar eru hérna, eru með bara svona kannski aðeins fyrir meðaltal í hvað útvarpsstofnunin hefur breyst á mann, og íbúafjölgunin bara nálægt því sem að gerast á landinu öllu, og við vorum búin að benda á Grindavík hérna og Suðurnesjabær hér sem eru með mikinn útvarpsstofn og ekki mikil fjölgun í Grindavík en meiri í Suðurnesjabæ. Og hérna, en þær hafa aukist útsvarstekjurnar því að útsvarsstofnin eitt og útsvarstekjurnar eru hækka meira af því að áramótin hækkuðu hérna útsvarsprósentan vegna málefna fatlaðra, og útsvarstekjurnar á fyrstu 6 mánuðum í Reykjanesbæ hafa aukist alveg 22%, meðan það milli 17 og 18% í Grindavík og Suðurnesjabæ en minnst í Vogunum. Nú, fasteignaskatturinn mjög mismunandi á milli sveitarfélagana, og hér álagningarstofn á íbúa í sveitarfélögunum, í íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði, og sjáu að Reykjanesbær og Vogar eru lægri og minnst með álagningarstofn í atvinnuhúsnæði, þar sem Grindavíkur bara meira en Suðurnesjabær trompar allt. Og Suðurnesjabær hefur getað lækkað álagningarhlutfallið á íbúðarhúsnæði vegna þess hvað þeir hafa mikið af atvinnuhúsnæði. Sjáu það hér álagningarhlutfallið í toppi á atvinnuhúsnæði en lægst á íbúðarhúsnæði. Og hér á efri myndinni hægra megin þá sést að fasteignaskatturinn innan við 15% hjá hinum 3 sveitarfélögunum, meðan hann yfir 20% af skatttekjum í Suðurnesjabæ. Og hérna lengst niðri til hægri þá sjáum við að fasteignaskattar, þess að heildartekjurnar af fasteignum í sveitarfélaginu eru 100.000 krónur á íbúa eftir árið 2022 í Reykjanesbæ, meðan það 250.000 krónur á íbúa í Suðurnesjabæ. Nú,
Tekjurnar eru undirstaða þess að geta eytt þeim og þess að mynd kalla ég að sníða sér stakk eftir vexti. Hér sjáum við það að af þessum sveitarfélögum, og hér samanburður við landið allt, þá Reykjanesbær með lægst útgjöld til málaflokka, þar sé þessi lögmæltu verkefni sveitarfélaganna samtals eru lægri heldur en skatttekjurnar. Nú eru náttúrulega önnur útgjöld og aðrar tekjur, en þetta ágætt að bera þetta svona saman. Suðurnesjabær líka að eyða minna í málaflokkana heldur en skatttekjurnar, meðan að Grindavíkurbær í járnum, Vogar kosta málaflokkarnir meira heldur en skatttekjurnar og á landinu öllu líka. En takið eftir því að Reykjanesbær með lægri kostnað við rekstur málaflokka á hvern íbúa heldur en þessi og verulega lægri heldur en landsmeðaltalið. Nú, smávegis hér undir lokinum, hér náttúrulega stærsti málaflokkurinn og hér ég með, og það eru fræðslumálin og fræðslumál og íbúa hérna miðað við landsmeðaltal. Reykjanesbær aftur lægra en landsmeðaltal og lækkandi. Suðurnesjabær hærra en lækkandi, Grindavík hærra en landsmeðaltal og hækkandi, Vogar hærra og fara niður fyrir landsmeðaltalið árið 2022. Nú það ýmsar ástæður fyrir því af hverju þessi kostnaður mismunandi og ekki tími hér til að fara í víðtækari samanburð, nema það að eitt mikilvægast atriði í þessu að stærð skólana gríðarlega mikill áhrifaþáttur í rekstrarkostnaði og hér rekstrarkostnaðurinn á hvern nemanda og þetta fyrir árið 2021. Bláu deplarnir eru skólarnir á Suðurnesjum eftir í hvað þeir eru með marga nemendur sem hérna á X-ásnum, en gulu línurnar eru landsmeðaltalið í hverjum flokki, þannig að sjá að þetta rímar nú svona nokkurn veginn við það að það líka stærðarhagkvæmni í rekstri grunnskólana á Suðurnesjum, en það samsetningin eftir sveitarfélögum sem veldur í að kostnaðurinn verður svona mismunandi. Nú, það hefur verið smávegis í umræðunni sameining sveitarfélagana á Suðurnesjum, það nú verið sameining náttúrulega, en hér rétt í endan sá kostnaðarliður í rekstri sveitarfélaga og hér þetta bara fyrir landið allt. Það engin kostnaðarliður sem fer eins mikið eftir íbúafjölda og sameiginlegu kostnaður. Það að segja kostnaður við skrifstofu og stjórn sveitarfélagsins. Og ávinningurinn á sameiningu langmest hér. Hér sjáum við hvernig hann snarfellur eftir því sem íbúum fjölgar í sveitarfélaginu. Nú, framtíðarmöguleikarnir og áskoranir. Suðurnesin í þeirri öfundsverðu stöðu að það allt útlit fyrir að það verði áframhaldandi vöxtur langt umfram náttúrulega fjölgun íbúa og það getur komið til og sennilega bara mikilvægt umræðuefni á Suðurnesunum. Það að velja og hafna. Að mínu mati að vera með svona mikinn aðflutning vinnuafls ár eftir ár leiðir ekki til þess sem ég vilja kalla sjálfbæra samfélaga. Og það eru mörg ný störf hafa verið í greinum þar sem tekjur eru lægri heldur en landsmeðaltalið. Það mikill hluti af nýjum störfum í Suðurnesjum sem með lægri tekjur en landsmeðaltali í viðkomandi greinum. Ég minntist aðeins á þetta hér áður. Nú, af öðrum þáttum, skólasókn í framhaldsskólana á íbúum Suðurnesja álíka eins og landinu öllu, en hún miklu minni á háskólastigi. Nú, aldursskiptingin á sveitarfélaginu Suðurnesjum væri hagstæð fyrir rekstur sveitarfélagana, það eru hlutfallslega fá börn, ef ekki væri fyrir það að tekjur eru lágar. Og það eru mörg ný verkefni á teikniborðinu sem gæti jafnvel aukið hagvöxt og íbúafjölgun og nefni þarna nokkur. Nú, það mikilvægt að fyrirsjáanleg fjölgun starfa á Keflavíkurflugvelli verði betur launuð í framtíðinni meðal annars vegna tækniþróunar, en hún gæti leitt til þess að færri störf verði til þar og enn og aftur hér geta sveitarfélögin mótað sér stefnu það
hvernig vöxtu vilja. Það ekki mörg sveitarfélög á landinu sem að kannski geta það, en ég tel að sveitarfélögum á Suðurnesjum sem geti það. Takk fyrir. Dagný, þú ert á mute. Já, það betra að heyrist í manni. Takk fyrir þetta, Sigurður. Eru fundargestir með einhverjar spurningar eftir þessa flottu kynningu? Þetta rosalega mikið af upplýsingum að melta. Nokkuð hægt að setja upp glæruna aftur sem var á undan, takk fyrir. Já, þetta nú við. Þú meinar þessa? Já, takk. Já, við ætlum að senda á glærurnar á þá sem að vilja fá aðgang að þeim og upptakan af fundum verður líka aðgengileg. Enda er þetta bara allt saman mjög áhugavert efni og gott fyrir okkur hér á svæðinu að skoða vel og vandlega. Þið spila þetta hægt. Einhverjar spurningar að lokum? Ég myndi þá bara að segja að þetta hafi verið greinargott hjá henni Sigurður. Takk kærlega fyrir kynninguna og takk þið fyrir komuna í dag. Bless, bless.